Brekkukotsannál, 38. kapítuli. Söngur í dómkirkjunni. Þegar ég kom aftur með rjómakökurnar, hafði Garðar Hólm lokið við að raka sig. Litla fröken Guðmund sem var farin. Söngvarinn sat við skrifborðið, niðursokkin að reikna saman tölur á lítil blöð. Hann varð mín ekki var fyrir eftir góða stund eða gat ekki slítið sig frá reiknunum. Loks stakk hann útskrifuðum bréfsnútunum í vasa sinn og sneri sér að mér í sætinu. Brosið kom og hvarf. Hann sagði: Ég hef ráðið nokkuð við mig á þessum mínútum síðan fórst í bakaríið. Ég að hugsa að halda sérstakan konsert á morgun. Já, það búið að segja frá því í blöðunum. Afmæli Guðmundsens brúðar í Gútenflárhúsinu, sagði ég. Já, ekki við það, sagði hann. Ég ætla að halda annan tónleik fyrripartinn. Kirkjutónleik. Hann verður fyrir boðsgesti. Fyrir mína boðsgesti. Þá sem aldrei mundu láta sér til hugar koma að steðja á búðarskemmtni hjá Guðmundsen. Mig langar að biðja þig að aðstoða mig lítils áttar við þennan konsert. Þá þarf líklega að hafa fyrrafallið á að bjóða gestum, sagði ég. Í dag bjóðum gestum, sagði hann. Og ég geri út lánið á kirkjunni þann séra Jóhann. Madama Strubenholz er náttúrulega til taks, sagði ég. Ég að hugsa að biðja þig að leika undir hjá mér, sagði Garðar Hólm. Ég segi kannski ekki að mér hafi hnykkt við þessari fjarstæðu, en eins og gefur að skilja fór ég undan í flæmingi og tók að bera öllu við. Og voru reyndar ekki tómar viðbárur, því enginn vissi betur en ég sjálfur að slíkt og þvílíkt kom ekki til greina. Ég hef varla komið nálægt hljóðfærum dagana nema orgelskriplinu þínu gamla í Hringjarabænum, sagði ég. Til skamms tíma hafa sumar nóturnar á því ekki einu sinni tekið við sér. Í dómkirkjunni er aftur á móti pípuorgel og sérstakur maður hafði til að tróða það og það eitt fyrir sig vandaverk. Í skrúðhúsinu er vistað þægilegt hljóðfæri handa okkur, sagði söngvarinn. Það þagði önnur hún nóta í því þegar ég var strákur, við skulum vona hinn helmingurinn því þagnaðu núna. Svo drungaleg gaman semi tónleik af hálfu tónleikameistarans gerði mig orðlausan. En það sýndi best einfeldni mína að ég skildi ekki fara að hlæja í stað þess að reyna að afsaka mig með rökum. Alheimssöngvarinn leit á mig og brosti enn þessu sérlega brosi sem ef til vill var úthverfan á andstæðu sinni. Komdu við hjá henni móður minni leið og við gengur heim til þín og segðu að hún sé boðin á konsert í dómkirkjunni fyrramálið, sagði hann. Ég kem og sæti hana. Þegar ég fór heim til mín morguninn í öfnu báðu, þá gekk á undan mér gamall síðskeggur og reykti pípu. Hann var með auglýsingaskjöl í dagblaðastærð undir annarri hendi en límundollu í hinni og límdi upp þessi stóru skjöl utan á húsin. Það var auglýsing búðarskemmtunina í Gútenflárhúsinu annað kvöld og voru prentar 3 mannamyndir á skjalið. Ein stór og Guðmundsson sjálfum með vindil og orðu, en neðan undir 2 smærri. Önnur af Garðari Hólm á æskuskeiði, þá menn skoða vagnin himneska. Hin af prófessor doktor Faustúlusi með pípuhatt og dúfu. Í kringum myndirnar stóð saman skrifað mikið lesmál með sígildu frásagnarlagi fornu, þar sem upp var hafin skildu lofdýrð þessa ágætu menn,
en þó einkum og sér í lagi búðina. Þegar ég gekk fram hjá Gutenberghúsinu sá ég að búið var að mála húsið grábleikt, eða eins og sagt myndi vera nú á dögum gráfjólurautt. Á síðan, þegar ég reyndi að rifja upp þennan lit í huga mínum, setti oft að mér efa það hvort slíkur litur væri til. Minni mínur hlýtur að skeika í þessum punkti, hugsaði ég. Uns ég rak augun í þennan merkilega lit innan stokks í gistiherbergjum og öðrum mannahúsum í Parísarborg mörgum árum síðar. Lenti meira að segja í því ævintýri að gista í gráfjólurauðu herbergi í þeim menningarhöfuðstað. Páfinn kallar þetta yfirbóta lit og þeir hafa hann á skírdag. Það var verið að festa upp sveiga úr léreftsblómum og laufgreinum hér og hvar á Gutenberghúsið innan og utan. Svo fáráðlingur sem aldrei hafði góðu vanist nema í biblíumyndunum gat ekki að sér gert þó honum dytti í hug Pálmdróttinsdagur. Það var í verkahring mínum, eins og fyrr segir, að líta jafnan til með henni Kristínu okkar í hringjarabænum kvölds og morgna. Einkum eftir að hún var orðin ófrá af ellisökum og biluð á sjón og heyrn. Að þessu sinni átti ég við hana skapnaðar erindi meira en rétta henni fisk og mjólk. Þú ert varla almennilegur barn, sagði konan. Drengurinn minn er genginn hérðan fyrir stundu og hann minntist ekkert á söngskemmtun í kirkjunni. Já, það er nú svona samt, sagði ég. Þetta verður söngur fyrir sérstaka boðsgesti hans sjálfs, þá sem eiga ekki samstöðu með gestum búðarinnar. Já, það var og, sagði konan og fór að hugsa. Hann vill náttúrulega sýna yfirvöldunum art, að því þau kostuðu hann með allt upp í 100 krónum á ári þegar hann var að læra til söngmanns. Kannski vill hann líka syngja fyrir hana móður sína, sagði ég. Hún svaraði. Já, hann fer svo sem nær það, hann Georg minn. Það hefur lengi verið minn vondraumur að fá að heyra hann syngja. En ég hef nú átt mér svo marga og þó fáir hafi ræst, þá vegur þar í móti að ég á þennan dreng. Ég er svo sátt með að hann syngi ekki bara fyrir að Jón gamla hérna Guðmundsson Brennivínsköpmann og það fólk, heldur einegin fyrir þá sem það verðskulda, eins og ráðherra og biskup, og svo náttúrulega þá dönsku. Já, og ekki gleyma þeim katólska hér í Landakoti. En segðu honum Gorgi mínum að það sé óþarf að vera að bjóða kellingu eins og mér sem er til skammar að sýna. Ég var lengi að ráfa kringum hringjarabæinn, upp í kirkjugarði og upp á túnum og það var yfir mér einhver deyfðardrungi og ég fór að öfunda nokkra hesta af því þeir þurfti ekki að leika undir á söngskemmtun í fyrramálið, heldur gátu heldur áfram að bíta. Ætli hann sé ekki að gera ganni sínu, hugsaði ég, eða skildi hann einhvern veginn ætla að ná sér niður á mér fyrir að ég hafði óvart og óviljandi lent hjá heitkonu hans sem hann var komin í landi til að sækja. Var hann ef til vill staddur á flæðiskeri í lífi sínu. Var farið að flæða að honum. Og var það kannski ég sem hefði flæmt hann út í skerið? Ef svo var, hver leið var út úr þeim voða sem ég hafði ratað í? Nú skildi ég loksins þá menn sem taka upp á að fyrirfara sér til þess að verða undan dauðanum.
Ég kom aftur við hjá Kristínu gamlu undir kvöld, þar sem hún sat á þrífót, með upplátin augu sín blind, þakklát af sonareigninni. Þegar hún skynjar mig koma, segir hún, Guði sé lof, þú komst barn, eins og ég þurfti að finna þig. Hvað er tíðinda? Og ætli það sé margt, segi ég. Stendur ekki bærinn á öndinni, sagði gamla konan. Það tel ég upp á, sagði ég. Ég var honum svo sein að hugsa, sagði hún. Ég mundi ekki fyrir hún var komin út frá mér í dag að ég þarf að biðja þig lítilræði. Það vera hommennska að gefa söngmönnum blóm. Nú þó ég sé svona lítilfjöleg eins og allir vita, þá ætla ég samt að biðja þig að tína fyrir mig blómhandunum og láta þau standa nærri honum á morgun þegar hann fer að syngja. Og vík ekki að því við hann hvaðan þau eru komin. Hann heldur þá kannski að þau komi frá einhverju góðri og mikilli konu. Ég get ekki sagt að sjálfur undirleikarinn tilvonandi hafi haft öllu gleggri hugmyndir söngskemmtanir en Kristín gamla í Hringjarabænum. Ég hefði ekki einu sinni gert mér grein fyrir því að blóm þyrfti til. Blóm voru mér á þeirri stundu fjarlæg hugsun. Það er komið langt fram á engjaslátt og farið að hausta og blóm löngu útsprungin og fallin, sagði ég, nema kannski baldimbrá og þvíumlíkt sem talið eftir illgrisir. Og seg, sagði gamla konan, það eru til jurtir á víðavangi sem standa með góðu blómi langt fram eftir engjaslætti. Mjaðarjurtin er ekki annað en ilmandi frjókornin þetta leyti. Eða fjalldala fívillin dísæti lifrauði sem hneigir sig svo vel þegar álíður sumar. Og hrútaberjalingið með hrútaberinu sem skerst af öllu rauða á Íslandi undir haust. Og þá held ég beitilingið sé ekki amalegt í sláttulok. Það var að fara langt upp í sveit eftir slíkum blómum, sagði ég, og til þess vinst ekki tími. Ég er viss hún amma þín í Brekkunkoti lánar þér hann grána að þú skreppur fyrir mig, sagði konan. Það er falleg hlíðarbrekka hjá vatni á einum stað upp í Mosfellssveit og 2 álftir á vatninu. Þar í brekkunni vaksa blómin. Ég gekk þar einu sinni því ég var unglingur. Er ekki hampa minna, Kristín mín, að tína nokkur blóm hérna í kirkjugarðinum, til dæmis á leiðinans Gabriels sáluga höfuðengils eða einhverja annara útlendinga sem eru dánir fyrir 50 árum og eiga einhvað afkomendur á lífi hér. Ógnar að heyra til þín, barn, sagði konan. Ekki strá úr kirkjugarðinum, segi ég, ekki baldimbrá. Það verður reiknað okkur. Kirkjugarðurinn heyrir frelsarannum til einum. Eru ekki einhver svolítil blóm á leiði Hringjarans sáluga, spurði ég. Já, það eru blómin Hringjarans, sagði konan. Blessaður Hringjarinn vildi aldrei sjá né heyra hann, gorg minn. Þau blóm látum við kjöður. Ég komst ekki undan því að lofa tína henni rétt blóm og hún sagði, hafðu sæll lofið með þessu. Svo ætla ég að biðja þig, sagði hún, að finna sparipilsið mitt. Það hangir þarna í horninu undir forhenginu. Ég komst nú aldrei svo langt að eiga stakkpeysu og þaðan síður upplut, því ég var aldrei annað en ráðskonan Hringjarans og þurfti þar af leiðandi ekki að sitja í kirkju á þeim stað þar sem konan hans hefði setið hefðan átt nokkra. En ég á fallega dagtreyju frá gamalli tíð, bláa með svörtum rósum. Það var liðin að kvöldi og einhvern veginn nefndi ég ekki í blómareisu upp í Mosfellssveit, en lét mér nægja að slíta upp nokkrar stjúpmæður og margrétarblóm í kirkjugarðinum. Mér fannst í svip ég ætti þessi blóm inni hjá þarvistarmönnum,
vegna þess hve oft ég hafði sungið hér þegar ég var yngri. Ég hafði aftur og aftur komið á hótel daginn til að hitta Garðar Hólm. Svo margt sem mér fannst ég ætti ósagt við hann á þessum degi. En Garðar Hólm var brottu allan daginn og mér tókst ekki að snefla hann uppi. Kvöldið var kominn bréfsnepill til mín þar sem hann bað mig að sofa aftur í herbergjum sínum í nótt með því að hann væri enn í gestaboði og myndi vaka fram úr. Og vertu til taks í kirkjunni upp úr fótaferð í fyrramálið. Gáttu skrúðhús megin. Þennan morgun var ég kominn fyrir allar aldir með falsblómin niðra kirkju, eins og maður sem í draumi verður að vinna það eitt sem draumvaldur hans býður og þó óttafullur. Þar fór ég á þá söngskemmtun sem ég hef kvíðið mest. Ég stend bak við kirkjuna hvimandi í ýmsar áttir. Á þekkur manni sem veit ógjörla hvort hann með réttur á því og langar að fá úr því skorið og skoða blómin í hendi mér undrandi. Ég var að vona að þetta kynni nú alltaf vera einhver grikkur og skrúðhúsi veri lokað. Eitt var víst, allt var með kyrrum kjörum á torginu, hvergi sást maður álengdar, líklegur til að ætla á söngskemmtum. Tveir timburmenn fóru til að smíða hús utar í götunni. Einn sveitamaður í skinnsokkum var lagður á, með nokkrar klyfjadróar, undir hertum þorskhausabeinum, sem hann ætlaði bersýnilega að flytja heim til sín austur í sveitir, eflaust nokkrar dagleiðir. Og það var ekki langt frá því að ég öfundaði hann. En þegar ég sneri í dýralokunni, þá reyndist skrúðhúsið opið. Martröðin hélt áfram. Voru kannski boðsmenn komnir, ásetti í kirkjunni og allir farnir að bíða eftir mér. Það var skuggsýnt í skrúðhúsinu og ég þreifaði mig áfram eins og ég fann dyrnar inn í kórinn. Þær stóðu á hálfa gátt. Ég gægðist inn. Kirkjan var tóm. Ég hélt áfram inn í kórinn. Ársólar geislar náðu ekki inn af þeim sökum að gluggar eru ekki hafðir á austurgafli slíkra húsa. Inni var litlaus birta, glær og dapurleg, með endurskíni frá gljárskurmuðu lofti, veggjum og bekkjum. Það myndi á glit í fjörfu vatni undir skýjum himni. Þessi tómlega birta fjall á gulleita upprisumynd lausnarans yfir altarinu. Ég stend með blómin í þöglum góri dómkirkjunar fram við gráturnar og litast Og viti menn, stendur ekki þarna ríkfallið orgelskrífli og hefði ég þó í lengstu lög verið að vona að tilvera þess hefði verið af kyni drauma. En svo mjög sem ég dismaðist yfir þessum orgelhjalli sem mig varð ekki hót hve miklu furðulegra var þó ekki hitt að ég skyldi standa hér sjálfur. Ef einhver skyldi nú sjá mig hér. Ég flýtti mér að láta blómin á gólfið eins og þau kæmu mér ekki við. En þá datt mér í hug að gólf væri engin staður blóma. Ætli ég ætti ekki heldur að leggja þau á gráturnar. Eða þó altarið.
En hvað myndi hann sér að Jóhann segja ef hann kæmi að þessum blómum á altarinu sínu? Því hann myndi eflaust þekkja þau og vita að þeim hafði verið stolið. Ég tók aftur upp blómin á gólfinu. Ég stend enn með þau í hendinni, að mér finnst, þegar ég skrifa þessar línur áratugum síðar. Ég man ekki til að ég hef nokkru sinni losnað við blómin. Hvar á ég að láta þessi blóm? Hvað á að verða af þessum blómum? Það var fordýri kirkjunnar, lokið upp og inngangat fyrir gestir. Prúðbúinn glæsilegur herramaður í broddi lífsins, við hlið honum fátæk gömul kona. Hann leiðir hana inn kirkjugólfið. Hún dregst áfram á dofnum brauðfótum sínum og hallast öll að syni sínum til að ná af honum styrk sem þarf til þessara göngu. Hún í fellingapilsinu sínu og dagtreyjunni og bundið yfir sig sparið þríhyrnunni sinni. Hún orðin lítil aftur með þeim hætti sem gamalt fólk rýrnar. Tilsýndar ekki óþekkt telpu sem hafi tekið máttleysisveikina. Og á andliti hennar þessi blindu svipur og deyfu sem veit að öðru ljósi. Garðar Hólm stíð fram með öllum tilburðum fræðarmannsins, list keisarans sem birtist í hásölum Þalíu undir 1000-földum augnatillötum göfugra vandlátra áherenda. Auk þess umleikinn sérstakri aðdáun, viðkomningar fullra gesta fyrir að leiða við hlið sér þessa fátæku alþýðu konu móður sína. Á hátindi frægðarinnar minnist hann upphafsins og hann kinkar kolli með hæversklu brosi í ýmsar áttir mót bekkjum kirkjunnar, eins og hann kæmi þar auga á mikilsháttar andlit sem hann vildi ekki láta hjá líða að tjá virðingu sína á þessari hátíðu stund. Þar voru og í meðal þeir gestir að ekki dugði minna en spyrna við fæti á kirkjugólfinu miðju til að slá saman hælum og lúta. Og gamla konan hélt áfram að styðja sig við son sinn þar sem hann nam staðar á gólfinu og laut stórmennum. Hann leiðir móður sína innar eftir öllu kirkjugólfi, inn í kórinn, að stóli sem hefur verið látin upp við gráturnar. Þar setur hann hana niður og hagræðir henni í sæti af natni mjög innvirðulega, með lotningu og blíðu í fasi og handatiltektum, eins og verið að segja við hana að þó hér væri komið margt fólk tignar en hún, þá skildi hún ekki fyrirverða sig því þessi væri hennar staður fyrir Guði og mönnum. Og nú situr konan þar fyrir framan altarið, ummynduð og tignarstór í fellingapilsinu sín góða og spari þríhyrninni svörtu, krossleggur hendurnar í skauti sér, hnýttar og ekki alveg lausar við bjúg með svörtum æðum og hvítum hnúum. Garðar Hólm snýr sér að mér. Þú sest við orgelið, hvíslar hann. Ég sest. Byrjað að spila, segir hann. En, segir ég, það gerir ekkert til, segir hann. En það skiptir engu máli hvað þú spilar. Ég syng við allt, trottu skammilinn. Ég hefði ekki fyrr stigið á fótafjalirnar en orgelið tók til að glimja sjálft. Svo undir tók í auðri kirkjunni eins og allt ætlaði niður að keyra. Það var óþétt með öllum lokum, svo nóturnar gauluðu af sjálfu sér með stórum soghljóðum þegar tróðið var. Og nú upplýkur Garðar Hólm raddarhólfum sínum.
Hljómleikurinn var hafinn. Ég vil enn ítreka það sem ég hef oft látið líkja að á þessum blöðum, að ég er ekki maður til að útmála með réttum orðum verk Garðars Hólms. Við vorum bornir og barnfættir sinn hvor megin við sama kirkjugarð og höfum ævinlega verið kallaði náskyldir menn og margir ruglað okkur saman, sumir með öllu farið manna vilt á okkur. En jafnvel þó svo hefði ekki verið, bæri mér að varðveita í umræðu þessa dýrlingsmynd æsku minnar þá kurteisi sem hver maður skulda sjálfum sér eftir dæmi hins enska meistara hann segir svo í 39. sónhætti: Ó, bæri til þess gæfu að kveða af kurt, það kvæði er þín, míns betra háls sé vert. Menn hafa spurt mig, bæði fyrr og síðar, söng hann vel? Ég svara, veröldin söngur, en við vitum ekki hvort hún góður söngur, af því við höfum ekkert annað til samanburðar. Sumir halda að sönglistin eigi uppbruna sinn í þyti sólkerfanna þegar þau bruna geiminn. Aðrir í ými þess asks sem kallaður Yggdrasill og ort hefur verið til forna, ymur aldið tré. Ef til vill var Garðar Hólm nær ómælishafi hins óskapta söngs en flestir söngmenn. Ég mun ekki greina frá söng Garðars Hólms með samanburði við þá menn aðra sem kunna að hafa sungið í höllum Thalíu Dísar. Við svörum heim hvorki í Teatro Colón, Kusnacht, Péturskirkju eða var það kannski samt í Pétursborg, neð hjá Muhammed Ben Ali. En söng eins og þann sem ég varð áhersla í hinni ónafnkunnustu allra höfuðkirkna hefur engi maður heyrt slíkan. Og ég hygg fár myndi hafa orðið samur eftir ef heyrt hefði, enda voru þau eyru dauf sem hann var ætlaður. Vera má að það sé í eina skipti af ævinni sem ég hef heyrt söng. Því svo sannur var þessi söngur að hann gerði annan söng að tilbúningi og uppgerð, aðra söngmenn að svikurum og ekki aðeins söngmenn heldur bæði mig og okkur öll, konun og landbrot, ekki síðan Klói, Ebenezer Drömman og Kaftin Hógensen, Jant og Runolf Jónsson og eftirlitsmenn. Og svo gengur þessi hljóð nærri mér að ég sá mér þann kost vænstan að tróða orgelskrjóðin af öllum lífs- og sálarkröftum til að taka yfir þennan söng eða minnst kosti hamla á mót honum í vonum að ég bærist af. Hvað söng hann, spyrja menn. Ég spyr á móti, skiptir það máli? Nei, söngskráin var ekki prentuð. Hvaða lög? Kannski voru það lög þess nýja stíls sem öðlast mun viðurkenningu ef tíminn heldur áfram að ganga aftur á bak til upphafsins og tjáning verður einfaldari en nú, svo menn gerast ásáttir að æpa hljóðstafinn A einum stafa til þess að segja hugsin í hverju efni í stað þess að beygja sagnir og fallbreyta nafnorðum. Má á vera að þar hafi verið sungið lag það sem þeir asnin og uxin sungu englum á jólanótt. Og samt finnst mér að í miðjum þessum söng ókominnar tíðar hafi ægt saman ósamstæðum brotum úr merkilegum textum fornum. Exultate, jubilate, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, c'est i miei sospiri. Hann söng í fyrstu með ákjáðarfullum tilburðum sem ég hefði haldið hæfa sjónleikurum einum.
En ef tilvill var þetta æðisgengna bland hláturs og ekka nær réttu lagi en annars söngur og meir innborin skapaðri skepnu en hinn miskunnarlausi ægi hlutverksins á leiksviði okkar í Brekkukoti. Uns þar kom eftir litla stund að söngvarinn fékk hósta og stóð fyrir altarinu með krampasnerkjur í andliti og andköfum og kom upp öngu hljóði úr því. Hann féll á knébeð við fætur móður sinni og grúði andlit sitt í keltu hennar.